Í þessu dæmi byrjar maður á að finna alltaf heildartíðnina og við gerum það svona. Förum hérna í AutoSum og þá leggur hún þetta saman fyrir okkur. Við fáum út 20. F sinnum x margfölduð saman þessa tölu og þessa tölu. Gerum það svona. Jafnt og f-ið sinnum x-ið og enter. Veljum þennan reit einu sinni, förum inn í hornið, fáum svartan kross og þá getum við dregið hérna niður, gert sem þetta sama við allar hinar línunar og sleppum. Förum hérna fyrir neðan og leggjum það saman með AutoSum. Og þá giskar hún á og við ætlum að leggja þetta saman sem er rétt og hýtum enter. Fáum út 529. Safntíðnin. Þá ætlum við að safna upp þessari tíðni hérna. Hún á að enda í 20. Fyrst gerum við aft og hún er alltaf sama og þessi hérna tala. Svona. Næsta tala er þá í rauninni þessi hérna tala og lögð sama við þessa. Þannig að hérna ætti að koma 10. Til þess að finna þessa tölu gerum við svona. Þessi tala plús og athuga nú þessi tala. Við notum aldrei þessa. Við notum alltaf þessa. Enter. Þá er komið 10 hér. Við ætlum að gera sama við þessa reiti. Við ætlum að safna þessu upp. Þá förum við hérna í hornið, fáum svartan kross, drögum niður og sleppum. Sjáu það, hún er þá uppsöfnuð í 20, jafnt og heildartíðnin. Svona á þetta alltaf að vera. Hérna hefur við svo að finna hlutfallstíðni. Finna sem þetta hvað hlutfalli er af þessari af heildinni. Gerum það svona. Jafnt og þessi tala deilt með heildinni. Munum að festa gildið á henni. Setjum við dollarmerkið þarna á milli. Svona. Og enter. Og 0,2 hérna eða 20%. Við skulum breyta því á eftir. Og að því ég festi gildið þá get ég dregið niður hérna. Svona. Og ef ég fæ einn heilan hérna sem er 100% með því að leggja saman, þá er nú 99% líkur á því að þetta sé rétt hjá mér. Hérna er safn hlutfallstíðnin. Ég ætla sem þetta að safna þessu upp og enda í einum hér. Gerum þá eftirfarandi hátt. Þessi tala alltaf svo sama og hér við hliðina. Þessi hér. Svona. Þessi tala er þá jafnt og þessi tala plús þessi hér. Enter. Nú ætla ég að gera nákvæmlega sama hér og athuga, ég ætla að velja þessa. Ég má ekki velja þessar tvær. Bara þessa. Ég ætla að reikna út á nákvæmlega sama hátt. Og nú ætla ég að draga niður. Og sjá, nú enda ég í einum og það er einn hér. Þannig að þetta er rétt. Ég ætla að breyta þessu í prósentur. Og velji allt hérna sem ég ætla að breyta. Í staðinn fyrir að hafa general hérna. Þá velji mér prósentur. Og ef ég vil ekki hafa neinn aukastaf, þá reyni ég að fækka þeim hér. Svona. Nú er ég búinn með A-lið. Ég er búinn að ljúka við gerð töflunar. Og í B er spurt hvað voru pokarnir margir og í rauninni verið að spyrja hver er heildartíðnin. Ég gerir svona. Þessi er þá jafnt og heildartíðnin. Svo ég að lýsa þessu með súluriti. Ég hef vanið mig á að velja fyrst bara þessar tölur og fer þá í insert. Vel með súlurit og við skulum bara velja þetta fyrsta hérna. Skellum því á réttan stað
Svo ætla ég að breyta því sem hérna fyrir neðan. Þessar tölur eiga að vera þessar hérna tölur. Ég get svo sem ýtt einhvers staðar á hérna, hægri klikka síðan og farið í Select Data. Þá ætti að koma upp þessi valmynd. Þetta eru tölurnar sem ég vil breyta. Fer þá í Edit, dreg yfir tölurnar sem ég ætla að nota, þessar hér, og vel OK. Og aftur OK. Og þá sjáum við að tölurnar eru komnar hérna. Og ef við ætlum að henda inn einhverjum nöfnum á þetta, þá skulum við fara inn í Alt Chart Element, Axis Titles, við skýra þetta fjöldi móla, svona. Og hérna skulum við skýra fjöldi póka. Þá förum við hérna, Alt Chart Element, Axis Title, Vertical, skrifum fjöldi póka, svo bara skulum við gefa þessu nafnið sælgætispokar. Svo alltaf fallegra að bæta við data labels. Þá ýti ég einu sinni á einhverja súlu, hægri klikka síðan, fer inn í Add Data Labels og þá koma stærðirnar þetta fyrir ofan. Svo spurt í délið, hver var heildarfjöldi mólanna? Hann er fundinn með því að margfalda fjölda pókana við fjölda móla. Og nú erum við komið heildarfjölda á þeirri margföldu sem er hér. Þannig að til að fá svarið, hér geri jafnt og vel þessa heildartölu. Prófa aftur, svona, ansans, svona. Svona er þetta nú gert.